Meira pólitíkinni Vinstri-grænir hafa komið skilaboðum til sjálfstæðismanna að þeir séu til í viðræður og Steingrímur J. Sigfússon formaður þeirra segir að ekki verði farið með neina úrslitakosti í stóriðjumálum. Steingrímur taldi þó í hádegisviðtalinu í dag flest benda til að ríkisstjórnarflokkarnir endurnýji samstarf sitt. Telur þeim takist þetta verk? Já, ég hef allt eins von á því. Mér sýnist vötnin vera farin að hníga í þessa átt sem talsvert undrunarefni að mínu mati og auðvitað mjög mikið umhugsunarefni út frá úrslitunum og skilaboðunum frá þjóðinni, en það virðist vera að menn allir bara velja átaka minnsta, þægilegasta en leið eiginlega metnaðarlausasta kostin, að láta þetta lafa áfram á annarri hjörinni eins og ég hef orðað það. En af hverju metur stöðuna svona? Já, mér finnst skrítið að þeir sætu yfir þessu ennþá ef það væri ekki málin væri ekki komin í þá átt að þetta væri alvara. Steingrímur sagði sögusagnir viðræður milli Vinstri-grænna og sjálfstæðismanna ekki réttar. Þeir Geir Haarde hefðu ekki rætt saman utan sjónvarpskampanjana. En eru aðrir forystumenn í ykkar þingflokki eða svona næstráðendur að tala við svona næstráðendur sjálfstæðismanna? Nei, það nú ekki mikið, svo ég veiti til. En þó eitthvað? Já, auðvitað hafa menn eitthvað að tala saman. Við höfum fyrst og fremst gengið úr skuggum það að skilaboðin séu skýr og að þau hafi komist í skila. Ég get alveg upplýst það að við höfum tryggt að sjálfstæðisflokkurinn veit að við höfnum ekki viðræðum við þá. Það þurfti svo sem ekki að segja það því við fórum í gegnum kosningabaráttuna þannig að við sögðum við útilokum engan möguleika fyrirfram. Hann viðurkenndi þó að erfitt gæti orðið að semja málefnin. En þó geta aðrir hlutir gert það auðveldar eins og gott trúnaðartraust milli manna og svo framvegis. En í málefnunum verður það mjög harðsótt, það alveg ljóst því að við erum að mörguleyti höfuðandstæðingarnir og enda flokkarnir í íslenskum stjórnmálum. En myndu þið ekki fara í slíka viðræður bara með það bara kröfu sem ekki verður vikið frá? Nú verður bara sett stopp á Helguvík, á Húsavík og annað sem í þeim dúr. Það alveg ljóst hverjir okkar áherslur voru í kosningabaráttunni. Við förum alltaf í allar viðræður með það að markmið að reyna að ná sem allra mestu fram, en það þýðir ekkert að fara fyrirfram með ultimatum, með úrslitakosti inn í slíka viðræður, þá getur mann alveg sleppt í. Og Helguvíkur álver gæti sloppið í gegn? Ef að þannig að það er ekki tæknilega og lagalega hægt að stoppa hana, nú þá standa með frammi fyrir slíku. Við höfum alltaf sagt okkar áform að bremsa þessa stefnu af og stoppa það sem hægt að stoppa, það sem er tæknilega og lagalega hægt að stoppa.